Góðan daginn, ég heiti Valur Guðlaugsson og meðlimur í sveitarfélagahópnum. Mig langaði að kynna fyrir ykkur okkar lausn fyrir opið bókhald. Það sem við ætlum að fara yfir í dag hver birtingarmynd opna bókhaldsins að sýna ykkur vefinn, hvernig það lítur út og hvernig hann hægt að aðlaga að mismunandi sveitarfélögum. Og síðan munum við einnig fara yfir það hvernig þið stjórnið sjálf öllum samantektum á síðunni. Og það allt gert innan úr BSI. Á baku tjöldin teningur sem alltaf uppfærður með nýjustu gögnum. En vefbirtingin getur síðan verið annarkvort sjálfvirk eða handvirk. Tæknimaður hjá okkur þarf að breyta reglunni ef þið viljið breyta henni, en flest sveitarfélög með bara tafið ákveðinn fjölda mánaða og halda því bara alltaf þannig. Þannig til dæmis líðandi mánuður -3, það gefur bókhaldinu tækifæri til að treysta að allt sé rétt bókað áður en það birtist í opna bókhaldinu. Þannig að uppfærsla á þessum gögnum, hún krefst einskis af ykkur. Í grunninn þá þetta 4 síður. Það hvert fara peningarnir, málaflokkar sem fyrsta síðan. Og síðan hvaðan koma peningarnir sem sambærileg síðan nema þá fyrir tekjur. Síðan eru nánari greiningar í hvert fara peningarnir greiningar og hvert fara peningarnir lánadrottnar. Og við skoðum þetta betur núna rétt á eftir. Í dag þessar 4 síður. Þetta hægt að aðlaga að hverju sveitarfélagi fyrir sig. En auðvitað náttúrulega ódýrast að taka bara standardpakkan. Á síðunni möguleiki að afmarka og það þá eftir víddarþrepum og það þá yfirleitt fyrsta þrepið málaflokka samantekt. Síðan geta verið eina eða fleiri deildarsamantektir og að lokum kæmi þá deildir þar undir í víddarþrepum. Og síðan náttúrulega líka hægt að afmarka eftir árum og mánuðum. Fjöldi þrepa í víddunum fer oftast eftir stærð sveitarfélagana, hversu mikið hægt að draga hlutina saman og eins hversu mikla sundurliðun þú vilt hafa. En þetta allt eitthvað sem hægt að stilla. Þið getið stillt og þurfið ekki aðkoma okkar að því. Uppsetning birtingar í kerfinu, hún virka þannig að þú býrð til þrepun eftir víddarþrepum, eftir fjárhærslyklum eða þú getur haft það eftir lánadrottnum og viðskiptamönnum. Í dag það þannig að uppbyggingin byggð á víddum og fjárhærslyklum. En hitt lánadrottnar og viðskiptamenn möguleiki en það í þessum 4 myndum það var það ekki notað. Þá bara kominn tími til að kíkja á vefinn og ég fékk leyfi hjá Seltjarnarnesbæ að nota vefinn þeirra. Og hérna erum við á fyrstu síðunni, hérna vinstra megin sjáum þið filterina, hérna hafið þið ártalið og hægt að velja staka mánuði. Hérna koma síðan þá málaflokkarnir og síðan deildir og endar hérna á lyklum.
Hérna birtast síðan málaflokkarnir. Ef það er smellt á eitthvað málaflokka þá breytast myndirnar hérna til hliðar. Þetta sýnir sem þetta gjöldin eftir mánuðum og hérna kemur þá listi við stærstu lánardrottnana. Þannig við smellum bara hér og sjáum hvernig þetta hérna breytist. Ef við síðan kannski köfum hérna ennþá neðar þá sjáum þetta breytast aftur og eins er þá hægt að smella beint hérna bara beint á mánuðin og sjá þá hvernig þetta allt saman breytist. Hérna uppi eru líka möguleikar til að velja málaflokkana og maður bara smellir aftur til að taka afmörkunina af. Og hérna sjáum við að það er hægt að kafa ofan í og í raun endum bara alveg niður á lyklum eða samanteknum lyklum. Og við munum skoða þessa uppbyggingu betur á eftir, hvernig hún er gerð í kerfinu. Næsta síða er bara alveg sambærileg, nema hérna eru það tekjurnar og það er alveg það sama að þið getið smellt hérna á og þá sjáum þið hvernig dreifingin er eftir mánuðum og eins. Hérna erum við þá með lykla. Hérna á þriðju síðunni höfum við þá annars konar greiningu á gjöldunum sem ég finnst aðeins skemmtilegt. Við í grunninn höfum við bara hérna gjöldin og þá getum við smellt til að fá málaflokkana og síðan smellum við á eitthvað málaflokk og fáum þá deildirnar sem er þar undir. Þar getum við kafað ennþá dýpra og þá fáum við samandregna hérna lyklana og endum síðan í lánardrottnum. Og þetta er svona skemmtilega leið til að skoða gögnin og það er svona skemmtilega myndrætlinga hérna með svona dálkunum hverjir eru stóru póstarnir á hverjum stað. Og hérna er síðan alltaf hægt að fara tilbaka og eins er hérna hægt að afmarka sig á mánuði eða hvað sem maður vill. Síðasta síðan er síðan hvert fara peningarnir lánardrottnar og þá er þetta bara langur listi af lánardrottnum og hvernig gjöldin hafa fallið til eftir mánuðum. Og síðan er hérna, þetta er eftir málaflokkum og þetta er alltaf hlutfall af næsta fyrir ofan, eða fyrsta. Þannig þið sjá hvernig þetta droppar alltaf hérna niður en við getum til dæmis valið bara hérna orkusöluna og þá er væntanlega, ætla þess ekki minni götulýsing hérna yfir sumartímann. Og þá sjáum við líka hérna hvernig þetta er að dreifast á málaflokkana. Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt. En þetta er ekkert eina sýnin sem við höfum. Þið getið alveg skoðað eins og hjá Ísafjarðarbæ eða Vestmannaeyjum aðra sýn og það er alveg hægt að aðlaga þetta ef ykkur líst á eitthvað betur þar. En ef við hugsum núna aðeins NAV að þá er þetta í raun skilgreiningin eins og hún gerð í kerfinu.
í Business Central. Og ef við rennum bara yfir dálkana sem eru hérna í boði. Fyrsti dálkurinn er tegund og þar eru valkostirnir ytri vefur og innri vefur. Við erum að skoða ytri vef núna. En síðar með vorinu þá verður önnur kynning, hvort hún sé í mars. Hvet ykkur til að skrá ykkur á hana. Þá verður önnur kynning á innri vef sem svona byggir á sama konsepti en er ætlaður fyrir kjörna fulltrúa og forstöðumenn. Og helsti munurinn þar er að þar ert alltaf með samanburðu áætlun sem þú ert ekki með á þessum vef. Og þetta getur verið gagnlegt fyrir eins og kjörna fulltrúa og fólk sem kannski þekkir ekki mikið bókhald en getur tekið þetta betur inn svona visuált. Næsti dálkur heitir auðkenni þreps. Þetta er bara eitthvað gildi. Þú veist, þarna er bara búin til ákveðin svona númeraruna. Og þið sjáum bara hvernig þetta er svona stigvaxandi eftir málaflokkunum. Næsti dálkur er tegund þreps. Þar eins og við tölum áðan, það eru víddir, lyklar, lánadrottnar eða viðskiptamenn. Reyndar er launar líka, við erum ekkert að nota það. Í okkar uppsetningu höfum við verið að nota víddir og lykla. Og þarna sjáum þið víddir. Næsti dálkur er síðan þrepnúmer. Og það er þá hvaða þrepi þessi lína tilheyrir. Þá er málaflokkasamantektin þá númer 1. Síðan geta verið ein eða fleiri deildarsamantektir. Það er undir. Næsti dálkur er síðan nafnið og síðan afmörkun þreps. Afmörkun þreps er þá bara, þetta er þá bara afmörkun á deildinni eða lyklunum. Það skiptir máli þarna að þetta sé rétt gert og vel skilgreint. Og þið sjáu þá að í efsta þrepinu þá er afmörkun þrepsins er fyrsta deildin til í raun síðasta deildin. Og þannig að þetta innihaldi allt sem er í þannig að þetta rúli alveg alla leiðina upp, allar tölurnar. Þannig ef það er eitthvað mismunur þá er líklegast að það sé eitthvað þarna í. Annað sem þarf að hafa í huga, ef það er bætt inn deildum, þá gæti þurft að bæta þeim þarna inn, ef það gerist eitthvað tíðan árinu. En hins vegar þá mæli ég með því að þið skilgreinið deildirnar þannig, eða sérst afmörkunina þannig eins og til dæmis bara hérna fyrir félagsmál, þið sjáu að það er þá 0200 sem er fyrsta deildin og 02999 sem er síðasta mögulega deildin. Þannig þó að eitthvað er bætt í félagsmál, þá mun það alltaf detta sjálfkrafa þarna inn. Næsti dálkur er þrep foreldri og er bara til að stilla undir hvaða línu þessi lína á að koma. Tegund þreps sundurliðunar. Og þarna er sem sagt verið að skilgreina hvernig ég er bara að þetta sé síðasta þrepið. Að hvað eigi að gerast þegar þú kemur á síðasta þrepið. Síðan er það lánadrottna afmörkun. Þetta er bara til þess að skilgreina hvort það eigi eitthvað að afmarka lánadrottnana sem birtast á þessum deildum eða á þessum víddum. Og valmöguleikarnir þarna eru bara tómt sem eru þá allir lánadrottnar. Annar möguleiki er engin einstaklingslánadrottnar sem þýðir að það eru bara fyrirtækjakennitölur sem birtast.
og síðan að það séu engir lánardrottnar. Þannig það eru þessi 3 möguleikar. Og eins og þið sjáu hérna þá það stillt þannig að hjá félagsþjónustunni og þá birtast engar einstaklingslánardrottna kennitölur. Og það bara vegna þess að það geta verið einhverjar viðkvæmar upplýsingar. Síðasti dálkurinn, já kannski svo ég segi það að þá, þú veist, þarna við þá að tryggja það að það alveg sama hvernig við erum basically að tryggja það að það mun aldrei koma fyrir að einstaklingskennitölur eru greinanlegar á einhverjum stöðum sem eru viðkvæmar að því gefnu að hlutirnir eru bókaðir á réttum stöðum. Síðasti dálkurinn síðan lauf og það bara til marks það að þetta sé síðasta línan á greininni. Hún endar í laufi. Þetta fyrir víddirnar og síðan kannski svo ég sýni ykkur fyrir lyklana þá það bara mjög sambarilegt. Að þú veist, efsta þrepið til dæmis gjöld, næsta þrep fyrir neðan væri þá laun og launtind gjöld og síðan undir laun og launtind gjöld geta komið laun, launtind gjöld og annar starfsmannakostnaðir og síðan á þrepi 2 þá vörukaup líka. Og þið sjáu hérna hvernig lyklarnir eru skilgreindir að gjöldin eru til dæmis allir lyklar á milli 1000 og 9.999 þannig að þó það bætist inn lyklar að þá skili þessi rétt. Og hérna sjáu þið þá að sumstaðar geta þrepsundurliðar við viðskiptamenn og stundum það lyklar en annars þetta alveg sambarilegt og með víddirnar. Það bara spurning hvort það sé eitthvað spurningar. Ef það engar spurningar þá getið þið líka bara að hugsa þetta og senda okkur post á Sveit@Wise. Annars langaði mig bara að minna á hin námskeiðin sem eru á næstunni, 9. mars næst eftir viku og það hægt að skrá sig á wise.is/námskeið en annars bara senda okkur post á Sveit@Wise og við getum skráð ykkur ef þetta eitthvað vesen. Þannig já, þá segi ég bara takk fyrir í dag.